Nú starfa 60 sérfræðingar í hjúkrun og ljósmóðursfræðum á Landspítalanum. Störfin eru ýmis, sem dæmi eru það sérfræðingar í hjúkrun, í sárahjúkrun, hjúkrun langveikra lúnasjúklinga, taugasjúklinga eins og Parkinsons-sjúklinga, hjúkrun við lífslok, hjartasjúkdóma og svo eitthvað sé nefnt. Ég er sérfræðingur í hjúkrun krabbameinssjúklinga og starfa á göngudeild brjóstamiðstöðvar Landspítala. Stærsti skjólstæðingahópurinn okkar þar eru einstaklingar með krabbamein í brjóstum, en einnig erum við með þjónustu fyrir einstaklinga með góðkynjasjúkdóma í brjóstum og líka einstaklinga með stökkbreytingar sem að geta aukið líkur á það að fái brjóstakrabbamein. Ég er sérfræðingur í bráðahjúkrun og starf mitt felst fyrst og fremst í að sinna öldruðum á bráðamóttökunni. Ég er í forsvari fyrir teymi sem er ráðgefandi fyrir aldraða sem eru að útskrifast heim frá bráðamóttökunni, og þetta er á tíðum mjög hrumir, langveikir einstaklingar sem þurfa töluvert mikla þjónustu og við metum þjónustuþarfir þeirra og erum í samráði við þá sjálfa og þeirra aðstandendur hvaða þjónustu muni henta og eins að koma þeim í frekari rannsóknir, frekari meðferðir og úrræði sem að vinnur það betur upp þeirra heilsufarslegu vandamál. Þetta er mjög gefandi og áhugavert og skemmtilegt starf og hefur bætt heilmikið við þjónustuna á bráðamóttökunni. Auk þess er ég í námsnefnd fyrir diplómanám í bráðahjúkrun sem lýkur nú í vor, og þá hafa alls það bil 60 hjúkrunarfræðingar lokið viðbótarnámi í bráðahjúkrun, og þetta eru hjúkrunarfræðingar alls staðar á landinu. Við erum nýflutt í glæsilegt húsnæði að Eiríksgötu 5 og mjög spennandi tíma framundan hjá okkur. Og þarna erum við sem vorum að vinna skurðmegin í rauninni í þjónustunni fram að þessu, erum núna komin í sambúð með krabbameinslæknum og hjúkrunarfræðingum sem er að sinna krabbameinsþjónustunni á lyflækningasviði. Þannig að og sjáum mikil tækifæri því að bæta þjónustuna og auka samfelluna enn frekar, þannig að það verður mjög spennandi. Starf mitt á göngudeildinni er alveg gríðarlega fjölbreytt, eins og hjá flestum sérfræðingum í hjúkrun. Okkar starfslýsing tekur á mjög mörgum þáttum hjúkrunar og þjónustu, og það er eitt af því sem ég finnst skemmtilegt við þetta starf. Hjúkrun, bein klínísk hjúkrun er mjög stór hluti af mínu starfi og er ég í beinum samskiptum við sjúklinga í minni vinnu, og eins og aðri hjúkrunarfræðingar þá er ég veita ráðgjöf og fræðslu og eftirlit og stuðning í þeirra ferli. Rannsóknir hafa sýnt ávinning af störfum sérfræðinga í hjúkrun með til dæmis fækkun legudaga, fækkun endurinnlagna, betri verkjameðferð til dæmis og meiri ánægju með þjónustu. Ég er í fagráði í bráðahjúkrun og þar höfum við síðustu árin fyrst og fremst verið að vinna í hæfnum viðmiðum fyrir hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku, sem núna er verið að búa til áfram fyrir allan Landspítalann. Og núna nýlega þá tók ég ásamt 2 öðrum sérfræðingum út gögn aldraða á bráðamóttöku, komur þeirra og afdrif og fleira sem við erum að fara að vinna rannsóknarefni úr. Þannig að það er alltaf nóg að gera. Til þess að verða sérfræðingur í hjúkrun þarf viðkomandi að fara í gegnum meistaranám og vera með meistarapróf á klínísku sérsviði. Í kjölfarið að fara þá í starfsnám til sérfræðingsréttinda sem er 2 ára nám, og í kjölfarið þá hægt að sækja sérfræðingsleyfi hjá embætti landlæknis. Ég er sannfærð það að sérfræðingum í hjúkrun muni fjölga í náinni framtíð. Við vitum að öldruðum fjölgar, sem þýðir að langvinni sjúkdóma verða fleiri og meira áberandi, og fjölþættur vandi verður meira áberandi hjá þeim sem að leita í heilbrigðisþjónustuna, og reynslan hefur sýnt okkur mikilvægi sérfræðinga í hjúkrun við slíkar aðstæður. Núna í COVID þá kom það nú reglulega ljós að það skiptir sköpum að hafa góða sérfræðinga í hjúkrun til að drífa áfram allskyns leiðbeiningar og gæðaskjöl, bæði innan Landspítalans og utan hans.
sem voru ráðgefandi því, ásamt náttúrulega fjölda annarra starfsmanna.